Ég er bara að byrja. Þú þarf ekki að. Bara á fundurinn streymi, sko, og hann í upptöku. Já, jú. Það er svo góð nú. Er við komin áttið, eða? Já. Ég sé ennum ekki á skjánum. Sjáum ekki kynningun heldur á skjánum. Nei, ég er á kynningunni og ég sé sem sagt streymi. Ok. Og hvað koma hér? Já, svo farið þið yfir. Glæslegt. Já, þannig að ég býð ykkur bara velkomin á síðasta fund fyrir sumarfrí. Þetta fundi framdann, þannig að við þurfum að halda vel spöðunum. Við erum með 2 hérna varafulltrúa frá fulltrúa foreldrafélagana og íbúasamtökum. Bara velkomin. Ég ætla bara að gefa ykkur orðið og kynna þetta frábæra verkefni upp í Efriðalti. Ég er rosa spennt fyrir að heyra hvað þið hafið að segja. Þannig að bara velkomnar og það er nefnilega að heyra. Svo tökum við spurningur umræðu á eftir. Já. Má byrja að kenna þig? Já, ég heiti Mariska, ég er verkefnisstjóri í félagsmiðstöðinni í Gerðberg. Ég heiti Kristína Friksdóttir, er verkefnisstjóri þessa Evrópuverkefnis sem að í gegnum fjölbrautaskólann í Breiðholti. Og takk kærlega fyrir að móta okkur í dag. Við erum hér komin til þess að kynna fyrir ykkur skemmtilegt tækifæri fyrir Evrópuverkefni sem er í því formi að Evrópuverkefni sem við fengum styrk fyrir, svona verkefni. Og já, við erum búin að kynna okkur, þannig að kannski fyrir að fara næsta. Bryndís heiti ég og þetta er sem sagt Horizon Evrópuverkefni, þar sem að 31 þátttakandi kemur að og er í 4 ár. Og öll verkefnin eru, nú er það svolítið, já, ég ætla ekki að standa svo, ég get okkur bæði verið hérna. En við erum sem sagt samstarfsaðilar af þessu 31 að þá er Reykjavíkurborg, Mariska situr hér fyrir hönd Reykjavíkurborgar og fjölbrautaskólinn í Breiðholti og Faflab Reykjavík og ég sem sagt kem fyrir hönd þeirra. Og verkefnið í heild sinni, það miðar að því að græða borgarnáttúru í þágu velferðar. Og hver og ein borg er með sérsniðin verkefni sem þau taka að sér og skal sé frá næstu glæru. Og hér sjáum við dreifinguna á borgunum í Evrópu. Og verkefnin skiptast þannig að við erum með 5 borgir sem eru leiðandi borgir. Það hafa tekið þátt áður í svona samstarfsverkefnum þar sem við verðum að græða og byggja upp ákveðin svæði og þá sérstaklega svona borgarsvæði. Og það eru Barcelona, Prato, Nova Gorica, Athens og Helsinki. Þetta eru leiðandi borgir sem að eru þó núna í áframhaldandi verkefni af öðrum verkefnum hjá sér og leiðbeina okkur og sýna hvað þau hafa lært og hvernig við getum lært af þeim. Þannig að okkur hlakkar rosalega til að tala sérstaklega við Prato, Nova Gorica og Athens út af því að þau eru líka að vinna í því að byggja svona svæði sem er til þess í þágu samfélagsins eins og við ætlum að kynna eftir augnablik. Næsta. Og við erum sem sagt, þetta er í þágu loftslagsbreytinga og við erum að þróa grænsvæði og og reyna að auka samheldni í hverfum. Og hugmyndin tillagan hjá okkur er að mynda sem sagt ætigarð í Reykjavík sem að getur verið hluta til það er garðræktin í því, en það er inngilding og efling samfélagsins í heild og samvinnu sem kemur þar inn. Þannig að við sjáum þetta sem mjög áhugavert verkefni, sérstaklega þar sem að fjölskyldumiðstöðin og Gerðubær kemur inn í, út af því að þetta er svo ofboðslega áhugaverður suðupottur af ólíkum menningum, aldur og bara þekkingu sem að gætu komið þarna saman og blómstrað. Þannig að ef við kíkjum yfir á næsta. Já, það var góð fyrirgjöf. Þannig að tillagan er að búa til svona ætigarð, svæði, rými þar sem að fólk getur komið saman við reitin í Vesturberg 26 og 58. Og ef við förum yfir á næstu glæru þá sjáum við loftsmynd.
og þá sem sagt hér fótboltavöllurinn og sundlaugin og þetta hérna svæði sem er borgarsvæði sem merkt. Og hérna við kynntum 7. mars fyrir umhverfis skipulagsráði að þá kynntum við þetta verkefni og við fengum hérna mjög góða hljóma frá þeim og við erum að kynna fyrir ykkur í dag til þess að athuga hvernig ykkur líst á þetta verkefni. Og sem sagt hugmyndin væri þá í samvinnu við íbúa þarna á svæðinu og alla áhugasama í Efra-Breiðholti að hanna svæðið og gera ætigarð og rými þar sem væri hægt að hérna eiga góðar samstundir. Við sem sagt, ef við kíkjum á næstu. Það höfum þá bara, fyrir bara upp áttur. Þannig að hérna, það sem að við ætlum að gera núna á næstunni, að það að við erum að útbúa auglýsingu fyrir íbúana í blokkinni hér til þess að eiga bara sérstakann fund með þeim og ræða við þau sérstaklega og því að þessi reitur náttúrulega hérna mjög nálægt og reyna að bara, vinna þetta í sátt og samlyndi. Ef að, verkefnið til 4 ára og ef að þessi tilraun fer í gang og þetta hannað og þetta búið til og ef það kemur seinna í ljós að þetta virkar ekki eða þetta gengur ekki upp, að þá hægt að taka þetta allt í burt. Út af því að við erum í raun bara að búa þarna til ætigarð sem væri til okkar. Og nú ætlum við bara, ef við höfum í anda þessari að halda þessari kynningu svona stuttri, nýtsmiðari, þá ætlum við áfram fyrir spurningar ef við verðum einhverjar. Já, allt í glösa? Takk hérlega, þetta áhugavert og spennandi. Hérna, ég mynda því að, ég var svo hlappað, en ég held að þetta verður bara partur af görðum sem til á blokkunum, en bara frábært til borgarland og allt það. En ég átta mikið á, hvort að íbúarnir hafi heimild til þess að segja nei takk, við viljum ekki hafa þetta hérna í bókstaflega í bakarunum. Og ef svo hvort að það verður skoðað jafnvel þar sem voru gróðurhús við Jaðarseli og það svæði. Við Jöklaborg og það Seljagarður? Já, það hoppur. Hvort það sé hægt að stækka það, það svo mikið ónóta svæðar. Ég bara pæla að það myndi ekki stranda á einhverju leiði þarna, það myndi svo jákvæð Ég skil þig. Við erum þetta náttúrulega, ef þú getur farið aftur á hina, þetta tillaga og frá Reykjavíkurborg og það voru nokkrar aðrar tillögur sem voru í boði líka. Það sem í raun það sem skikkt borgarland. Og og út frá skipulagsfræðingum frá Reykjavíkurborg sem við höfum rætt við, að þá hefur nú komið svo tillaga að byrja fyrstu fasana hér á þessum reit út af því að þessi blokk örlítið fjær og það tré þarna sem fyrir, þannig að það ekki tilfinning fyrir því að vera alveg inni hjá einstaklingunum, en að sama skapi sjá tækifæri í því að það væri hægt að stækka það út. Það náttúrulega okkar von að íbúar myndu vilja fá líf og svona huggulegheit við hliðina á sér. En það þess vegna sem að við viljum ræða við ykkur og svo í bígerð að ræða sérstaklega við íbúðana þarna til þess að upplýsa þau að þetta tækifæri sem við getum gert og að þetta gæti verið bara stórkostlega skemmtilegt, einmitt bara til þess að svona fá fólk saman og hafa tækifæri til þess að geta farið út. Við þekkjum það að það svona blokkir hafa keypt grill og sett út og þá allt í einu komin bara öll blokkin komin út og byrjuð að grilla og það svona líf og skemmtilegheit sem að koma þar í, en við myndum aldrei vilja vinna þetta í ósátt við íbúana. Ef þetta svarspurning. Jóhannes? Ég má bara skjóta inn í af því að á göngustígnum sem út af það sem Æsland og þetta svæði alveg yfir á miðbyrgi og heilsugæslinni var til umræðu núna í síðasta vor og síðasta haust að auka lýsingu
út af því að það hefur ýmislegt verið að gerast akkurat á þessu svæði og á þessum göngustíg. Þannig að það að vera með eitthvað skipulegt svæði þarna myndi alltaf hjálpa til við að, það er alltaf hægt að eitthvað er skemmt, en það er betra að hafa eitthvað skipulegt á þessu svæði til þess að koma í veg fyrir þá einhver leiðileg. Góð punktur. Ég má koma inn á forvarspurning. Því að Pablat er inn í þessu. Já. Er þeirra aðkoma þá í einhverju svona smíði einhverja, þú veist, að ég sá að það var einhverja myndir hérna utan þess að voru eitthvað svona, þú veist. Já, kannski við horfum upp aftur, já, svona eins og ég segi, þessi mynd, hún er tekin í Barcelona, þar sem Pablat Barcelona hefur 3D-prentað þessi kér og það væri náttúrulega rosalega flott tækifæri ef að við gætum verið að útbúa hluti og setja upp til þess að gera. Það er náttúrulega aðeins hlýrra loftslagsverð til þess að vera kannski alveg svona vegg, en aðkoma Pablatsins eða verkefnið kemur á okkar borð út af samstarfi sem við höfum við IAC er það kallað, en það er Institute of Advanced Architecture in Catalonia í Barcelona. Og út af öðru samstarfi sem við erum þegar með þeim, að þá kemur þetta samtal og Reykjavíkurborg með inn í út af því að við sjáum svona flott tækifæri til þess að geta breytt og skreytt svæði. Júlíus, Gjörsson? Já, ég bara vilti fyrir mig sko hvernig, þú veist, líkur eitthvað fyrir tillögur eða endalega útfærsla á því hvernig þetta er skipulagt, þú veist, bara einhvern á þessu, þú veist, er þetta bara opið öllum hvernig sem eða er þetta eitthvað svona skipulagt, eitthvað starf, skilur kringum þetta? Það skipulag er ekki komið af stað. Þetta verkefni, það hófst núna í janúar, á pappír og formulega fór það í gangi í mars. Þannig að við erum bara alveg á fyrstu skrefunum í vinnu og við höfum ekki sett niður neina formulega útfærslu út af því að við fórum þá leið að fá jákvæð velyrði frá Reykjavíkurborg og frá hverfinu til þess að geta síðan fara að tala við íbúa og í samráði við íbúa kannað hvernig þau sæju fyrir sér að þetta væri hægt að hafa. Hafið einhverja svona hugmyndir eða eitthvað svona, þú veist? Við erum með hugmyndir en það eru ekki fastmótaðar. Nei. Þannig að við erum alltaf opin fyrir tillögum sem getur komið frá öðrum. Við erum með pening í verkefnum til þess að hafa einstakling sem getur verið á svæðinu og séð það og þannig að það er náttúrulega verið að passa upp á að þetta séð svæðið. En það er náttúrulega líka okkar von að eftir 4 árin að þetta verður það sterkur partur af samfélaginu að einstaklingar vilja líka bara sjá sjálf. Já, skilur ekki líka. Nei, en við sjáum líka hjá þér að þið eru með verkefni. Já, við erum ég er með 20 gróðurkassa núna, en það er mjög fint sjálfskákar. Ég er með stór bygglisti líka, og við erum með innbúar sem er með áhuga til að afstæða okkur. Við erum þegar komið með einstaklingar sem hafa verið að rækta í litlum göð sem hefði áhuga á að bara stækka. Þannig að þar erum við komið með okkar í samfélag sem að geti komið inn í og verið svona aðastofur. Já, ég bara eitthvað skipar þessu tíma eða eitthvað að segja það fyrir mér sko? Já, það er von okkar að geta fengið samtal við bæði Fellaskóla og Hólabrekkuskóla núna í ágúst-september. Þannig að þá er hægt að skoða möguleika til dæmis og útikennslu. Fellaskóli gæti nýtt svæði út af því að Fellaskóli er alveg þarna við. Þau gæti nýtt það á morgnutið eða daginn. Þá er hægt að nýta það í útikennslu og svo eru náttúrulega nemendur Fjölbrautaskólans í Breiðholti líka. Við erum með náttúru- og eðlisfræðibraut þar sem þau gætu verið að fara út í náttúruna og það tengist beint í kennslu og svo er íslenskuþorpið líka hugsað sem vettvangur þar sem það væri hægt að taka
námið úti og reyna að efla þau í íslensku. Bara svona reyna að fá þá nærumhverfi til þess að móta þetta svolítið sjálft, sko. Notkun á þessu skipulagi notkun. Já, allavega þeirra rödd alveg virk, að þau séu virk í samtalinu. Að við séum ekki bara að setja eitthvað þarna og vonast því að einhver nýti það. Heldur að það komi upp eitthvað svona sem að einstaklingar eins og hóparnir sem eru hjá þeim í Gerðubergi, að þau sjáu fyrir sér að þau gætu nýtt þetta og þetta myndi vekja gleði. Já, ég ætlaði að spyrja bara út í hvort það væri hugmyndir með aðkomu skólana í kring. En ég líka forvitin að vita með, eru þið með einhverja fyrirmyndir frá hinum löndunum varðandi skipulag og slíkt? Og uppsetningu? Já. Sko, Slóvenía hefur sett upp svona svona svæði. Þannig að við erum í samtali við þau hvernig þau fóru að því að breyta svæði og gera það svona aðlagandi svæði fyrir einstaklingar til þess að koma og vera. Þau eru líka að vinna í því að setja upp svona eldhús þar sem fólk getur komið og verið, þannig að samtölin milli borganna það sem að við getum komið með inn í samtalið með nærsamfélaginu í Breiðholti. Og svo aldrei að vita nema einstaklingar sem hafa búið erlendis séu líka með þekkingu á svona fyrirkomulagi. Við vinkonu mín til dæmis í Póllandi, að þar svona svæði inn á milli tveggja húsa og það bara heilt samfélag sem að sér það og kemur og ræktar, borðar saman og með svona samverustundir. Þannig að það líka mjög gaman að heyra frá nærsamfélaginu hvað þau hafa upplifað hugsanlega því að vera búsett erlendis eða heima kynnt sér. Mér langar bara að segja að mér finnst þetta frábært tilraunaverkefni og ég vona svo innilega að íbúarnir í Bakaranum fái séu til í þetta bara, hvað ég segja, bara þetta verkefni. Já. Því þeir hafa þetta ábætt af því líka að horfa á fallega hluti í kringum sig. Já. Og þetta svo margt sem þið snertið sem skiptir máli fyrir þennan hverfisluta. Og ég get ekki tekið undir með það að þetta verður betra þetta heim í Sörlahverfi. Þetta staðurinn fyrir, hann segir tengingin inn í Fellaskóla, tengingin í FB. Þið eru þarna með alveg ótrúlega góða dýnamík af grasrót sem að þetta bara skiptir máli fyrir inngildingu á svona mjög breiðan hátt. Ég var alveg til í að fara með fyrir í þetta samtal. Ef þið þurfið að frekari stuðningi halda, því að þetta skiptir miklu máli. Og það líka því það kom því myndist að varandi lýsinguna og hátré. Við erum kannski komið bara á þann stað því hver alltaf gróið. Það má alveg fara að grisja hávaxin tré því að þau kannski líka skapa umgjörð sem við viljum heldur ekki fá þegar við séum komin fyrir skjóli. En ég held að þetta sé eitthvað bara vonandi fáið þið góðan meðbyr og því að þetta vissulega mjög hægt og gaman að sjá fablabiðarnir í þessu líka og fyrir einhvern veginn að tengja sköpunina og svona við ákveðna gerðinu grasrót sem svo skemmtileg, dýnamísk. Þannig að ég bara vona að við fáum að sjá þetta bara og fólk í hverjum tækir vel á móti ykkur þegar við bankið upp á. Svo getur þið líka bara leitt af sér alls konar svona þróunarverkefni en FB. Þú námið þetta í Fellaskóla og svo kannski bara endar í FB og þetta tengir þetta við Garðyrkjuskólann. Þið getur farið og leitað ótrúlega víða eftir. Þetta getur vonandi verið fyrirmynd sem væri sem hægt að endurtaka í öðrum hverfum og annars staðar. En við líka út af Seljagörðum, við eigum eftir að funda með þeim en við erum búin að vera í sambandi við og munum líka fá þeirra reynslu af hvernig þau voru að gera það eða hafa verið að byggja þetta upp í Seljagörðum. Þannig að svo eins og ég segi, það bara komið að heyra álit allra og svo svona meðan hugmyndastigið í gangi og svo þarf að setjast niður og hanna þetta og
En eitthvað samstarf við ráðuneytið, að nú fjölbrautaskólanetið er alltaf tengt, eru ábyrgð ráðuneytisins. Ráðuneytið menntamála eitthvað inn í, einhver stuðningur sem kemur frá þeim? Ekki að svo stöddu. En enga námsbrautir sem í pípunum sem gætu tala við þetta sem þið eru íbútt svona, eða þetta eitthvað svona leið sem kannski í mótun og svo fáum við eitthvað flottan skúlptúr? Það leið í mótun og ég veit ekki alveg hvort ég megi vera að ræða það, en það verið að móta athuga hvort það sé hægt að móta eitthvað skúlptúr og en það annar fundur. Já, það annar fundur. En þannig að ég fiskaði alveg rétt af það. Alveg. Það bara mjög stutt. Það bara því að ég áhugasamur það að þetta komist á koppinn og ég alveg sammálar að þetta ætti kannski helst heima út á þessu svæði. En ef það kemur andstæða frá íbúðunum, geti gerst, einhver annar staður innan þessa hverfis sem þið hafið augastað á? Hafið þið farið í Borgaraugsjá eða eitthvað? Google Earth eitthvað ofan á hverfið? Já. Við undirbúningsverkefni sem var verið að sækja þá var haft samráð við Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg svona listaði út hugsanleg svæði í Efra-Breiðholtinu og það þyrfti þá kannski hugsanlega bara að aðlaga verkefnið öðruvísi eða svo spreyta því aðeins. En það eru önnur svæði sem sem við höfum verið að horfa til. Það hefur verið að skoða svæði á milli Neðra og Efra Breiðholts. Það hægt að nýta það til kennslu eins og þegar það verið til grisjun og þegar það verið til skógrækt og þess háttar. Þannig að það líka svæði sem við höfum verið að horfa á sérstaklega út frá kennslu. En þetta sérstaklega verkefni það krefst svo mikils undirbúnings og samráðs við svo marga að við ákveðum að bara einblína fyrst á þetta til að sjá hvernig það myndi ganga. Það myndi falla á að það verði ekki til blóð eða Já, en það kannski líka eðli hverfisins sem það eru aðrar breytur þarna sem eru kannski líka til grundvallar sem skipta máli. Ef við höfum rætt út frá þessari útfærslu af verkefninu að þá höfum við rætt líka aðra möguleika en þeir hafa ekkert verið skoðaðir neitt lengra út af því við ætlum að tóka hvernig þetta myndi koma. Ég segi bara takk fyrir og allra best og vonandi bara heilliði hverfið úr skónum. Vonandi. Glæsilegt. Og bara takk kærlega fyrir og takk fyrir kynninguna og gangi ykkur vel. Já, ekki hugmynd til það. Já, ég var með smá pakkabókun þar sem ég var bara að þakka fyrir. Ég bara þessa breytin hefur okkar íbúðinu tekið vel á móti þeim, En við vendum okkur bara í næsta dagskrárlið með bréf sem afgreiðslubréf þar sem við sendum inn tillögu að kaupa fýsileika að kaupum og rekstri og loftgæðamælis. Nú veit ég ekki hvernig þið sáðu móðuna sem var yfir borginni í gær, en það voru fótboltaleiki sem voru blásnir af og vinnuskólinn sendi einhver fólkið heim og börnum og leikskóla var haldið inni. Þetta svolítið svona hjartarsmál fyrir mig, þannig að ég var mjög ánægð með að við fengjum svona frekar góða umsögn þannig að við vorum bara hvött til þess að halda áfram og óska eftir að fá mælingunni í hverfi. Þannig að ég mun bara vinna í því með haustinu að gera það. En þetta allavega lagt fram hérna. Eitthvað sem vill tala eða ræða þetta frekar áður við vindum okkur í næsta áður? Já? Bara þetta er gert sem fyrst svo við sjáum munin áður en að rafleitin sett í ljóknahæðina og eftir hún kom. Já, þá mótum við bara þá verði þetta bara verkefni mitt í sumar fyrir að við leggjum fram tillögu að fá mælingunni hverfi á ágústfundi. Þau hittumst í ágústfundi.
Ekki mál. Vilt þú ræða með eitthvað? Nei, af því að þú vísaði til ástandsins í gær, var það ekkert af eldgosinu eða? Jú, meðal annars. Loftgæði með vítt hugtak. Er það ekki aðra út af því eða? Nei, ég með ekki að segja þú ert með loftgæði eru mjög vítt hugtak. Það getur verið gosmengun sem við erum að fara að gleyma ef við stöndum fram fyrir því. Hér verða gosið næstu 100 árin. Þá vil ég bara fá loftgæðamæli í hverju. Já, ég náttúrulega labbaði svolítið í gær, sko, mér grunaði en ég leið svona illa í maganum, svona gæti að fengið, að ég labbaði svona hálftíma á fundin í gær. Já. En það var bara... Fyrir mér, en þetta hlýtur að hafa verið gosið fyrst og fremst. Þetta var fyrst og fremst gosið. Þetta var mengun, fremsins mengun af gosinu. En manstu þegar hún kom og Svava, þegar hún kynnti fyrir okkur kynninguna hérna í janúar. Hún var í fréttum í gær og sagði að fólk gæti fengið hausverk, flensueinkenni, svið í augun, svið í háls, ógleði af þessari tegund mengunar sem brennistað. En ég að velta fyrir mér sko, af því þetta með fullri virðingu ágætt formaður. Enn eitt svona tilvísun í einhverja nefnd eða ráð eða starfshóp og svo oft hefur það gufað upp. Hvernig fylgjum við þessu máli eftir? Ég meina að því að það var efnisleg samstaða það að þetta stóra hverfi, stærsta hverfi, að það ætti í raun og veru bara rétt á því að það væri loftgæðamæli. Við bara fáum tillögu það. Ég með henni haustum, Helgi. Ég bara náði ekki að gera það fyrir henni. Þetta er að dagskrá og ég mun fylgja þessu eftir. Óska eftir því að við fáum loftgæðamæli fastan eða hreyfanlegan inn í hverfi. Ef ég má aðeins halda áfram, sko, hver kostnaðurinn að setja svona upp og reka? Fasti kostnaðurinn heldur 22 milljónir við, ef þú átt mælinn, þá hann til. Það eru til 2 mælar sem borgin á. Þannig að kostnaðurinn að kaupa 3. mælinn er rúmlega 22 milljónir. Svo er ekstra kostnaður. Hver er ekstra kostnaður? Ég veit það ekki. Það er einhver fasti á hverju ári. Hvað eru þessi loftgæðamælar núna? Einn af þeim þeir eru margir, mjög víða, en sem ég veit nákvæmlega sem borgin á. Ég held að annar sé nálagt Vesturbæjarlaug og hinn staðsettur við fjölskyldu Húsdrekarinn. Svo eru aðrir loftgæðamælar sem að mæla annars konar. Það einn höfnina sem að Faxaflóahafnið ábyrgð. Það Orkuveita Reykjavíkur eða Orka náttúrunnar með annan upp í Úlfarsárdal. Það eru svona ákveðnir staðir sem að mæla ákveðin tegundar. Er eitthvað sem getur komið til greina að vera í samstarfi við eins og Kópavog? Að við getum... Þeir eru náttúrulega með 2 mælar, sko. Þú veist, þeirra mælingar í gær voru á rauðu. Meðan að borgin varð rauð seinna í daginn, þannig að það var eins og skýið sko færist yfir. En sko, ég segi það hérna í heyranda-hljóði, ég mun óska eftir því að fá mælingu inn í hvern sem þeir. Það er þessi bara eiginlega á sko, þetta hverju sem mælum, því að það ekki svona eitthvað eins og hvað næst, á okkur sjálf í hverjum sko. Já. Ég þetta bara kannski bæta við sko í þetta örstuð. Það talaði í gær að þú veist, þeir mæla svo mikið þessi mælar, flesti síns mér, en þá til dæmis talaði að það ekki að treysta þessum mælum samt fyrir að það væri lægi að því til dæmis brennisteinn væri bara hverjum mældur, þannig að þú veist, ef við erum að biðja nýja mæli, ég veit ekki að kaupa nýjan skilur hvort að það sé eitthvað sem kemur ráðlega eins og segja það gefur svo næstu 100 árin, þú veist, það bæta því við, það mikil stilkostnaður, það var eitthvað mikið tjónur, En Svava náttúrulega hélt mjög góða kynningu í janúar og svo kynning undir fundargerðum ráðsins, þannig ég hvet ykkur bara til þess að brenna yfir hana, hún mjög skýr og svona skilmerki hvernig hvaða mæla hvað og sko innan borgarmarkana því að þetta auðvitað samstarf við Umhverfisstofnun líka. Svo veit ég að Umhverfisstofnun held ég sé að þróa svona spálingu. Það var hægt að spá með einhverjum fyrirvara ákveðin loftgæði eitthvað 2-3 daga fram í tíma til þess að geta undirbúið bara samfélagið fyrir dagar sem var eins og var í gær. Það voru greinilega ekki alveg, það voru ekki
hópurinn sem var fyrir hátíð unglingavinnu var að vinna en eftir hátíð hann var blásinn af. Þegar mengun var meiri fyrir hátíð en ekki eftir hátíð, skiljið, þannig að við erum kannski ekki alveg bara viðbúin og við þurfum bara kannski að vera viðbúin, við erum með meiri viðbragð hraðar, þannig að og þetta er líka spurning foreldra sem að þá getum við bara farið á loftgæðumælinn og maður líka séð hvernig þau eru og bara búið ábyrgð á því hvort þú sendir barnið þitt á æfingu eða ekki, sko. Þannig að Já, líka ef þetta sé bara fakta að það sé meiri reglubundnari hætta á gosmengun sem að er þá í þessu hverfi líka að þá er enn brýnni ástæða til þess að séu ekki fastir loftgæðamælar. Ég myndi bara segja að við reynum að vinna saman í því að ýta á kerfið að tryggja þetta. Það er óeðlilegt að mínu mati að þetta stóra hverfi, þetta fjölmennasta hverfi, það sé ekki við erum sammála. Þurfum við bara að halda áfram í þessu pöngi, ekki? Það er bara mjög ánægilegt að ég og formaðurinn séum einstaklega sem sammála. Ég held að séu ofta sammála en þú þorir að... Já, við kenna það einhver volna. Það er flott, við vinnum í þessu áfram. En þá fyrir við í þriðja dagskrárlið. Það er tillögur varðandi fjárfestingar og viðhaldsáætlun. Ég byggði nú á þessi drög fyrir ráðið á því sem við lögðum fram í fyrra. Mér finnst svolítið svona, stundum finnst mér finnur seinagangur sem að maður leggur, við lögðum fram í fyrra nema nýja tillagan sem að ég lagði inn var mjóttin. Þetta vil ekki opnast. Setja hana á fjárfestingu. Ég ætla bara að vera sjálfstæður í þessu máli og koma með bókun. Við þriðalið. Já, þannig að ég vona að hún fylgi að setja þau liti hjá bara. Já, ekkert mál. Þannig þetta er í rauninni, við þurfum að forgangsraða tillögum til fjárfestingar og við höfum unnið þetta. Við vorum mjög samviskusum fyrsta árið og vorum með rosa umfangsmikið skjal sem að síðan grynnkaðist niður í þessa þætti og þetta eru gatnamót upp í Vesturhólum þar sem við vantar þverun hjólandi og gangandi úr Vesturbergi yfir í Elliðaárdalinn sem er alveg afleitt. Þetta er búið að vera á síðustu 2-3 árin og ég held þessu bara að minni þangað til að við fáum þessu breytt. Svo er þarna göngustígur við Hamrastekk sem er alltaf sprungin, fleiri hjólagrindi við skólana og svo var þarna leiksvæði, Kleifasel og Kambasel, annar göngustígur heitt var held í leiksvæði. Það er þarna körfuboltavöllur eða rými bak við Þórufell sem er í niðurníðslu sem að má poppa upp og svo er mjóttin komin upp að það. Já, þetta er bara, það er annar rými sem borgin á en síðan er hitt inn á lóðar blokkana sjálfra, æsunessis. Þannig að það er þóttið svona sérst hvernig eignarskiptin eru þarna en þetta er, það var alveg kann að vita að Þórufelli að þessi tiltekni staður væri í borgarlandinu. Þannig að við erum með einhverja athugasemdir varðandi þetta. Ég nú kannski var með svona stutta bókun sem íbúar vill vekja athygli á forgangsröðun ráðsins og hefur ráðið lagt ný tillaga sem tengist í að fjárfest verði í mjótt. Elisabeth, ég ætla að svara öllum. Já, en allavega. Þannig Elisabeth, er það ekki? Svo talaðum við. Jú, ég ætla að senda hana bókun. Það er tilstofan eitt sem að getur stöðið. Það eru tvær. Þetta er mynd af þér. Já. Það vindu okkur í næsta dagskrárlið. Já, ég ætla að sitja hjá undir þessum lið og er með bókun. Það er engin ágreiðsla undir þessu lið því að búið að skila þau sinn og þetta er bara framlægning. Já, ok. Það var samsett að síðasta fundi að Já, formaður. Já, síðan skilað inn og það hefur verið gert og eins og allt sem er innan með til funda var að lagt fram bara til upplýsingar. Já, ok. En ég held að síður þá að
Viltu bóka við þetta? Þá ætla ég að bóka við þetta. Þú bara sendir hann áður. Búnaði. Ljómandi. Þá bindum okkur í næsta dagskrálið. Það er sem sagt... Þú veist að börnin þurfa ofta að eiga afmæli. Við erum með deiliskipulagsbreytingu við Arnarbakka. Þetta er $11. Þetta er $11 fyrst. Ok, $11 fyrst, já, fyrir ekki, ég fór aðeins dagskrárvilt þannig. Það sem er verið að, eins og þið kannski vissu þá var lón og það er búið að breyta lóninu, það var tekinn tappinn úr lóninu og nú er sem sagt, síðan þá hefur margt gerst. Nú er sem sagt, Orkuveitan í niðurlagningarferli og það þarf að breyta deiliskipulaginu fyrir það svæði sem umlykur stífluna og fallpípuna niður í stöðvarhúsið eða gömlu pípuna og það er rauninni þessi rammi á þessu deiliskipulagi sem að þessi breyting nær til. Ef þú væri kannski til í að opna mynd, ég held að sé, þannig á, skipulagslýsinguna, þá sjáu þið svæði sem ræðið, það er með rauði kassinn. Það er verið að þessi lýsing í rauninni ávarpar meðal annars skýrslu stýrihóps sem ég satt í sem var lagður fyrir á síðustu kjörtímabili mögulega tillögur varðandi ýmsa þætti sem varðar dalinn, varðar lífríki í dalnum, varðar aðgengi fyrir alla, aðgreiningu hjóla og göngustíga, svona tjarnir, svona ofarslausnir, svona grænar af því að það er þarna þegar íbúar í árbænum þvo bílunum sínum þá leikur það bara þarna út í ána. Það þurfti síðan var alveg að gera samning við Orkuveituna sem er búið að gera og samþykkja og á í rauninni þeim samningi byggir þessi vinna eða þessi vinna sem tengist þessi deiliskipulagi, þessi deiliskipulagsbreytingu. Já, er ekki bara að þú ferð aðeins ofar hana, þetta svona snýr að, þarna er tímalínan, hvernig þau sjá skipulagsferlin verði háttað. Nú er fyrsti fasi í auglýsingu og við sem hagaðileg sendum inn umsögn, síðan fer það í vinnslu og síðan kemur það fyrir umhverfis- og skipulagsráð og síðan verður formleg deiliskipulagstillagan sem byggir á þessum umsögnum meðal annars lögð fyrir. Þá fáum við aftur tækifæri til þess að senda inn umsagnir og svo verður þetta samþykkt. Og þá er bara spennandi að sjá hvernig stíflan verður. Verður hún hjólabrú, verður hún göngubrú, hvað gera þetta í pípuna og þetta verður allt inni bara fáum við að sjá. Þannig að þarna fáum við einhverja breytingu á ásýnd í dalnum. Við mættum fá myndina upp aftur af útlínunnar. Þessu rauðið það? Þannig já. Það er stóra svarta svæði á milli grænu svæðina. Er þetta ekki við neðan bekkina? Hvað mennur svarta svæði? Hvað með bekkina? Þetta já. Er þetta ekki Elladalurinn líka? Nei. Af hverju ekki? Þetta eru þróunarreitir. Þarna á eftir að byggja sér á þessu svæði sem Þetta er skilgreint í aðskipulaginu sem þróunarreitir. En allavega, ég ætla að setja umsögnina sem ég var búin að senda ráðinu og bera hana upp við ykkur, hvort að þessu Ég styð hana ekki og er búin að senda bókunum. Gætu við sett umsögnina upp? Já. Í samþykktar. Hvað er hann með milli?
í þessari samþykkt sem hefur verið þessi tillaga, svæði þetta sem kom upp efst í Ellabárdalnum, þar sem það var þarf að taka af þetta var að byggja. Þetta var Suðurfelli. Já, Suðurfell, já. Tekur þetta eitthvað inn á það svæði? Nei, þetta bara í kringum stífluna. Nei, þetta bara ramminn sem tekin, þetta bara í rauninni kringum stífluna sjálfa, það mannvirki sem tengist niðurlagningar áætlun Orkuveitu Reykjavíkur. Því að Orkuveitan í rauninni afhent að dalinn aftur til borgarinnar eftir að hafa verið meðan afnotin í 100 ár. Og partur af þessum mannvirkjum þarf að leggja niður af því það ekki lengur verið að nýta rafmagn úr virkjuninni. Þess að ég að hugsa, ég sem hræddur það með því að samþykkja þetta, að fólk séu að samþykkja á þessu túkatar þarna þróunarsvæði. Það er Danhús, út af Arnarbakkanum. Já, ok. Svo líka, ég sé ekki hvernig endar hérna upp í nýju klappunni. Það sendur í skilmálalýsingunni alltaf frem. Það stendur skipulagslýsingin nær yfir svæði frá Árbæjarstíflu upp fyrir Blásteinshólma sem hólminn sem kemur rétt upp af stíflunni og neðan frá stíflunni meðfram rafstöðvarvegi að Elliðavirkjun en markmiðið með deiliskipulagsbreytingunni er að uppfæra deiliskipulag fyrir Elliðavirkjun þar sem Árbæjarlónið verður ekki lengur til staðar og náttúrulegir árfarvegir verða endurheimtir. Það er í rauninni það sem að ef þú ferð inn í skipulagslýsinguna aftur þannig að við getum séð á skipulagsgáttinni. Sko, ég er svolítið erfitt með að átta mig á þessu eins og þetta er sett upp. Já, en það er mynd, ef við förum bara í skipulagsgáttina aftur, er það eina svæði sem að, ef það er Það er það sem er útstrippað á myndinni. Þannig að það er ekkert að ræða neina önnur svæði í þetta. Nei, þetta er afmarkaður reitur frá Blásteinshólma og niður fyrir stífluna. Við erum ekki að festa eitt eða neitt það sem ekki búið að samþykkja eins og með svæðið. En við erum náttúrulega ekki að samþykkja. Við erum að senda inn umsögn við skipulagslýsingu sem fer síðan í vinnslu fyrir umhverfis- og skipulags. Það er umhverfis- og skipulagsráð sem að afgreiða þetta. Það er ekki við sem að, við veitum bara, við skrifum í rauninni bara hvað við viljum fá, hvað við myndum vilja sjá í þessum breytingum. Eins og þeirri sem ég sendi á okkur. Meðan hún er að stilla þessu upp þá ég geti bara lesið fyrir umsögnuna meðan hún er að við segir þetta skipulagslýsingin. Já, íbúðarráðið vill vekja athygli á að mikilvægt er að kortleggja stofnstíg hjólreiða sem liggur nú úr 111 niður Höfðabakkann frá gatnamótum Vesturhóla þegar svæðið er unnið enda að ræða mikilvæga stofnbrautatengingu hjólreiðaflokks úr 111 inn á net Elliðaárdalsins og upp á Höfðabakkann. Þverun milli hverfa þarf að vera greiðfær, örugg og góð. Því þarf að liggja fyrir hvort stofnstígurinn liggi upplifunarbrúna á stóðum stíflunar eða hvort ný samgöngubrú verði byggð. Samhliða að fjölga verði háum bekkjum í þá eldra fólks og drykkjarfónti. Vill ráðið hugaverða sérstakri áningu með tjörn við vatnsinntak pípunar, Árbæjarmegin þar sem hægt verður að staldra við, horfa á fuglalíf með aðgengi og fallegu borgarumhverfi. Ráðið vill líka minna á skýrslist og vinnustýrihóp sem skipaði var framtíðarsýn Elliðaárdalsins en þar voru mikilvæg tillögur lagðar fram sem kom inn á þá þætti sem deiliskipulagsbreytingin kemur inn á eins og aðgengi allra að dalnum, mótvægisaðgerðir í þágu lífríkis og grænar yfirborðslausnir í þágu árinnar. Já, gjör svo vel. Og þess vegna með þessi uppbyrðarbrúð er þetta ekki bara brúin sem er yfir stífluna sjálfa? Jú. Já, þú veist, því nú er við hjólað yfir hana. Henni verður breytt, sko. Það er alveg hugmyndir það og það er hluta þeirri vinnu sem verður síðan kynnt í deiliskipulaginu. Þannig að það liggur fyrir að henni verður breytt og það er bara spurningu við að leggja til að það verður þá hugmyndir. Já, það er í rauninni bara tryggja það að það sé aðgengi fyrir alla. Það er ekki aðgengi fyrir alla ef við búum eins og hún er núna. Þú getur ekki mætt barnavagni og hjóli á sama tíma. Þannig að það þarf og það er náttúrulega núna er auðvitað á deiliskipulagi samgöngubrú örlítið neðar og maður veltir fyrir sig hvort það sé gott að hafa eina brú eða sko tvær brýr sem þegar einn getur gert sama hlutverki en ég er svo sem ekki fagaðileg í að
stýra og stjórna umferð gangandi og hjólandi, sko, en þú veist, þetta alveg... En það á líka að fara að breyta henni, þú veist, það var bara að bæta það við hennar haldið fyrir að Já, það hefði náttúrulega verið líka hægt að hengja hana utan á brúna sem núna, það hefði náttúrulega verið að laga höfuðbakkabrúna núna, sko, það hefði náttúrulega verið hægt að breyta hana bara með einhverjum svona, en ég meina, þú veist, maður verður auðvitað að treysta fagfólkinu fyrir, en þetta er í rauninni, við erum beðin hvað við viljum fá og ég sakna þess og hef heyrt af eldra fólki að það vilji fleiri bekki, það mætti verið fleiri drykkjarfontar, það óskætti til að verði gerð áning þarna við inntak pípunar þar sem að fuglarnir voru þú veist, maður gefur öndun brauð, basically, það þarna staður fyrir miðanstíflu sem að maður svona, þannig að það verði gert á svona huggulegur staður. Við höfum þessum heilt á fleiri, líka Árbæjarmegin ákallað þetta, þannig að mér finnst þetta bara sjálfsagt að þetta sólamegin, sko, þetta náttúrulega, við höfum í Breiðholtinu svolítið opinn að það meiri skuggi eða allan tíman hann undir meðfram, þannig að það hægt að fara þennan stíkur hring og staldra við þarna á leiðinni niður úr. Og svo líka þættir þarna inn í þessu sem tengjast öryggi hjólandi niður afstöðuveginn, pípan ekki örugg, þá þarf einhvern veginn að breyta henni og tryggja öryggi hennar að hún falli ekki saman af því það ekki vatn sem að heldur þrýstingnum upp í lengur. En það svona alls konar öryggisþættir líka sem hangja þarna inni sem kannski ekki, sem verður tekið á, veit ég. En hvað segirðu, Elisabeth? Ég bara að henda þessum báðum umsögnum á blað. Já. En gætir, ef ég nú búin að lesa þetta og svo ætlar hann að reyna að varpa þessu? Já. Þetta koma. Finna hundinum okkur. Það vel, Elisabeth. Já, nálega. Við erum komið með drög og umsögn sem þú ætlaðir ekki að vera í rétt. Nei. Senda bókun. Já, það er farað inn á eftir. En allavega, aðrir ráðsmenn sammála inntaki af þessari umsögn? Þeir eru sammála inntækinu, en ég veit ekki skýra örlítið orðalagið. Já. Setti þetta eitthvað, eða ég bara lesið sko. Já, en það í rauninni náttúrulega ég búin að senda þetta, ég sendi þetta með tölvupósti þannig að umsögnin í rauninni bara sett samtíð þar, sko. Já, bara ég það. Já. Þannig að það einn hjá... Samþykktar? Já. Þú samþykkur Haldi? Já. Með réttan hönd. Takk fyrir það. Ég sitt hjá. Ok, já, ok. Þú ert sittir fyrir? Við sitjum hjá, við höfum það sama. Slemdi valin fulltrúi. Já, takk fyrir. Heyrðu, þá það bara, þessi umsögn íbúðarins lögð fram, en ekki íbúðarins alls, heldur fulltrúa samfélagið og borgarlega Stendur-Valins og ekki Stendur-Valins sem sitt í hjá. Samt og íbúðarsamtaka. Já. Heyrðu, þá þið bara góð. Já. Þá vindum okkur í næsta dagskrárlið sem Arnarbakki. Önnur deiliskipulagsbreyting. Margt gott í þessari, þetta í rauninni það sem verið að leggja til hérna að
það sem verður að heimila að vera að koma fyrir nýjum leikskóla á jarðhæð hús á lóð númer 4. Við kannski fáum mynd af Arnarbakkanum. Væri það gerlegt? Það gerlegt. Já. Að því ég tala hérna, þetta lóð númer 4, sérst Arnarbakki 4. Sú lóð verður stækkuð til þess að auka byggingamagn vegna leikskólans. Síðan íbúðalóð númer 6, sérst Arnarbakki 6, færður á lóð á Arnarbakka 10. Arnarbakki 6 verður leikskólalóð og heimilt verður að reisa henni útileikstofu. Stúdentíbúðum í húsum við Arnarbakka 2 og Arnarbakka 4 og svo aftur í Arnarbakka 10 sem var áður númer 6, Arnarbakki 6. Þannig að við þurfum alltaf myndina til þess að þið getið fylgt mér eftir. Takformum húsa við Arnarbakka 2, 4 og 10 verði breytt og sameiginleg lóð verður gerð fyrir bílastæði og djúpgám á svæðinu ásamt því að byggingarreitur verður gerð fyrir hjóla og sorpgeymslur. Og ég held að ég sé eini fulltrúinn hérna inni sem að fylgdi úr hlaði hverfisskipulagsvinnunni sem að var unnin á síðasta kjörtímabili. Ég veit ekki hvort að þú mætti sem íbúi í göngurnar í Arnarbakka en hérna í þeim tillögum var samfélagshús sett á Arnarbakka 10 sem í rauninni reitur fyrir ofan sparkvöllunni í Breiðholtsskóla. Það smá hækkun, það hérna smá svona hæðahækkun, eða smá, þetta alveg 3-4 metrar þarna miður, þannig að íbúar á þessum, þegar íbúar sendir umsögnum við hverfisskipulag, þá var mikil andstaða íbúa við að byggja á þessum reit. Meðal annars vegna þess að Bakkatúnið hérna grænt svæði, græna torgið í hverfinu. Það hafi verið þarna 17. júníhátíð, vorhátíð hefur verið við Breiðholtsskóla sem tengt þarna. Það búið að fjárfesta þarna í leiktækjum, hoppubelgur þarna nálægt og það mikið líf bæði íbúa og sérstaklega barna á Bakkatúni. Þarna sjáum við þetta. Þannig í rauninni eins og hverfisskipulag var, eða skipulagsverk, þá gróðurhús á þeim reit sem að í nýju deilskipulagsvinnunni núna orðið að íbúðarhúsi. Þið sjáum að það ell þarna fyrir mynd af elli. Og síðan líka breyting á að nýta græna svæðið þarna bak við Arnarbakka 4 og þá verður það sérst leikskóli, það sérst rauða byggingin, þannig að það verður stærri, það hús verður sérst byggt til þess að koma fyrir leikskóla. Og svo þarna útileikstofa sem fyrir neðan það sem að fyrir þá sem þekkja til, það þarna svona hjólabretta hringur eða svona það sem í rauninni það bara úti tækið þarna. Og ég veit ekki með ykkur en ég mjög ánægð með leikskólann þarna og mér finnst þetta alveg frábær lending að hafa hann þarna og að vantar leikskólapláss í borgina og þetta alveg mjög gott svæði að skjólsast þarna og mjög gott að vera þarna, þetta frábært útisvæði. En mér finnst pínu erfitt að horfa upp á Arnarbakka 10. Sérstaklega því það þarna pínu lóðahalli og það þarna skuggavarp sem þarna torg sem sett þarna inn, þannig að í þessum umsagnardrögum þá skuggavarpið. Já, hér skuggavarpið. Sjáuð viðbrögðin og betra brjóst. Já. Þetta mjög neikvæð viðbrögð. Já, það kemur ekki óvart. Íbúarnir náttúrulega búnir að tala og samþykkja þegar við vorum í hverfisskipulagsvinnunni fyrir tæpum 3 árum. Og þannig að í rauninni, þið sjáðu skuggavarpið, það þarna torg, það mismunandi tíma ársins líka. Það í hádeginu, vetur voru sem við erum með mjög góða skuggavarp. Þannig þið sjáuð að húsið á Bakkatúnslóðinni eða Arnarbakka 10 gefur skugga inn á skólalóð Breiðholtsskóla, sérstaklega því það náttúrulega dálítið landhall þarna og svo líka skuggi þetta inn á torgið.
sem að er sett þarna inn sem á að mynda hverfistorg. Þannig að ég ætla bara að kasta þessu hérna ef þið hafið einhverja skoðun á þessu. En í umsögnunum sem ég sendi á okkur, umsögnardrögunum, þá fagna ég komu leikskólans í hverfið og en á mjög erfitt með að sjá hús rísa á Arnarbakka 10. Ég hef sett þetta með aftur 7-8 alveg á Arnarbakka 10. Líka hvað tekið rosa mikið burt með bílastæðið af íbúðunum. Slitt, sko, ég líst mjög illa á það. Þannig að í þessari umsögn sem að ég sendi á okkur, þá er í rauninni bara fyrirhlutin tekin út úr þannig að það sem ég segi hvar Arnarbakki 10 og það er framalega síðan kemur að mikla breytingu á milli deiliskipulagstillagna að mati íbúðaráðsins, margt til góðs og annað sem íbúðaráðið getur ekki fallist á. Fyrst ber að nefna að ráðið er ánægt með staðsetningu nýs leikskóla, svæðið sem að fær skjólskalt, aðgengilegt og barnvænt. Hins vegar getur ráðið ekki tekið undir þá stefnubreytingu að færa uppbyggingu frá Arnarbakka 6 yfir á Arnarbakka 10 og leggs gegn henni. Lóð Arnarbakka 10 stendur mun hærra vegna landhalla sem kallar á skuggavarp inn á leiksvæðið Breiðholtsskóla. Vill ráðið svo frekari hugmyndir útfærslu þar sem byggingamagn á lóð Arnarbakka 2 er stækkað til norðurs í staðinn þar sem græna svæðið er vannýtt vegna skugga og liggur til norðurs samhliða lóð Arnarbakka 6 yrði nýtti svæðið til uppbyggingar fyrir íbúð og þjónustu sem er ætlaður undir torg. Mjög skýr mótmæli komu fram við hugmyndum við byggingu hús í umsögnum íbúð við vinnslu hverfisskipulagsins á þessum sama reit. Arnarbakki 10 er græna torghverfisins mikið notað af íbúum fyrir viðburði, er sólríkur skjólsæll staður og vill íbúaráðið að svæði verði þróað áfram sem grænt torg, mannlífstorg, svæði fyrir fólk í hjarta hverfisins, að gróðurhúsið haldi sér og svæði þróa áfram í þágu fólks, leiks og samveru. Það eru einhverjir málfræðihnökrar þarna. Þegar maður les þetta svona. Nei, þetta er okkur dýrmætt svæði sem við höfum og sem er mikið nýtt hvort sem það fyrir viðburði eða börn að leik. Þannig að ég vil kalla þetta umræðu og ef engin umræða þá ætti ég að leggja það til samfélags. Ég er náttúrulega stiðið þetta ekki og er búin að standa á okkur. Ég skal finna þetta að ég setti smá viðbót á bókun. Já, það er flott. Já, ykkur bílastæðan. Já, það er bara gott að ávarpa það þá í bókun, já. Sem er þið samþykkur. Já, En þið, eru þið? Ég hafði bara ekki tíma að segja þetta. Nei. Ég var að lesa þetta í fyrradag og í kær. Já. Mér líst rosa illa á það. Tekur undir umsögn íbúðaráðsins? Sko, með leikskólann, eina. Ertu sammála því að leikskólinn verði þarna? Já, ég er sammála því. Ertu ósáttur þá við að... Sko, ég vil að það sé hugsað upp með þessi stúdentíkur og annað, sko, eins og bílastæðin þetta. Getur ekki að sjá okkur eitthvað tekja, þannig að ég bara byggja undir það þá. Og ég lesa hana bara, ég voru sendan á okkur, þegar voru glæð. En þú getur alveg tekið undir bókunina en líka samþykkt umsögnina, sko. Þannig að ef þú til dæmis er öðru leyti sáttur við umsögnina, bæði hvað varðar leikskólan og varðandi uppbyggingu á Arnarbakka 10, en til dæmis hlynntur bílastæða bókunina, þá getur auðvitað tekið undir bókunina hans varðandi bílastæði, en þú samþykkir umsögnina. Sko, mín umsögn er svona fulltrúi Sjálfstæðisflokksins íbúðaráðið Breiðholts telur að breytingar á fyrirliggjandi deiliskipulag á Breiðholti 1, Arnarbakka 2, 6, 8 og 10 leiðir til þess að bílastæðin fækki og byggðin verði of þétt og mikið sé tekið á grænu svæði. Af þeim sökum styður hann ekki umsögn ársins. Ég get ekki til þetta. Og ég skrifa hérna fulltrúi Framsóknar íbúðaráðið Breiðholts telur ekki sé horft til krabba fyrir bílastæðum fullnægjandi hætti. Það sem gert ráð fyrir leikskóla, grunnskóla, verslun og þjónustu auk íbúðabyggðar. Reiknum á með því að margir þurfi og vilji nýta sér bíla til að komast leiða sinnar. En það fara börn þess okkur sem borgin á leikskóla, ekki endilega í sinna heimahverfi.
Því telur fulltrúinn ekki sér nóg þegar tekið er tillit til starfsfólk allra þessara staða auk nýrra íbúa. Það gerir ráð fyrir rúmlega 70 bílastæðum á svæðinu. Þá verður að skoða hvort setja mætti bílastæða húsnæði með þeim. Get ég sett mína, hvað ég samþykkið í þessa bókun? Já. Ég er bara svo grænt í svona bókun. Þið ríkist að kalla bókanir fyrir umsagnir og umsögnar bókun, bara svo að síðan reynu. Það eru drög frá formanni umsögn, ekki afdræði ráðinu þeirra sem eru samfélag þeirra umsögn. Bókanir eru svo afstæða þessa fulltrúa, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Þannig að spurningin tekur þú undir umsögnuna? Undir leikskóla. Þú getur náttúrulega verið með sér bókun það, eða þú veist, af því ég tek þann pólinn í hæðina að segja bara, heildarmat mitt að ég styð ekki umsögnuna og ég sé ýmislegt í umsögnuna sem ég styð. Þess vegna ég bara að útskýra hvers vegna ég styð hann ekki, en þú gæti til dæmis, já, það Get ég stutt hana og jafnvel tekið undir bókun þína? Við getum verið með þess, já, þá myndi ég mæla með því, ef þú vilt styðja umsögnina, þá gerum við það, en þú gæti síðan verið með bara örstutta bókun í styð það sem framkemur í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, af því að þú veist, ég að gera þetta svona, ég að færa rök fyrir því, hvers vegna ég ekki að styðja umsögnina, ég að útskýra hvers vegna ég styð hann ekki, skilurðu, en þú gætir með bara, ég geti bara drafta það upp fyrir það bara ein lína, að þú styður að þú styðjir umsögn ráðsins og það sem efnislega kemur fram í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég myndi það. Ok, þannig að þú styðjir umsögn og tekur undir bókun Sjálfstæðisflokksins. Já, við ætlum bara að semja það. En styðjið þið þessa umsögn? Já. Ok, þá það bara komið. Ég vil leggja fram bókun. Það var senda það núna. Já, takk. Áður fyrir næsta lið. Nei, þú getur gert það með En við þurfum að halda svolítið vel öll utan og greina bókanir af því að við erum að fara úr sér þess að við klárum þetta svo eftir við bókanir. Ok. Flott, þú bara vinnur því og svo sendur á okkur ljómandi, þá það næsti dagskrárliður. Þá það næsta dagskrá, við getum bara að loka hérna. Ég held að það sé alltaf að reyna að koma völvuföllum í gegn. Já. Það umsögnarfresturinn rann út gær. Ég er búin að biðja frest. Ég bað frest. Elisabeth, hún sendi inn á skipulags. Hún sendi inn beiðni frest. Fyrir völvufölli, af því það var þannig. Ætlaðu að halda áfram með dagskrána? Já, ég ætlaði með leyfi funda að setja þriðju deiliskipulagsbreytinguna á dagskrá. Það er breytingar við Völvufell. Umsagnarfresturinn reyndar liðinn út, en ég óskaði eftir fresti af því að ég vildi að ráðið gæti fengið að taka afstöðu. Og það var tengiliðurinn sem Elisabeth setti í sambandið. Hún sagði að það var ekkert mál, þannig að ég er með þennan frest inni til þess að geta lagt þetta fyrir. En ég þarf tekið inn með afbrigði, með leyfi fundar. Og að ræða breytingu á deiliskipulagi við Völvufell í Breiðholti sem hefur nú komið inn og við hefum fengið kynning á þessu. Þetta var þróunarreitur og íbúðir, þetta var mjög skemmtilegt að stækka þennan leikskóla, búið til svona stór og mikið leikskóla. En þarna er breyting. Það sem er verið að í deiliskipulagsbreytingunni er lagt til að almennum íbúðum í raðarsóma fjölbýlishúsum verði fjölgað, námsmanna íbúðir verði fjarlægðar, skólalóð stækkuð, lóðamörkum breytt og skipulagsmörkum þróunarsvæðisins verði uppfærð til samræmis við þróunarreit hverfisskipulagsins. Þannig að til þess að sjá hvar við erum stödd í borginni þá kannski væri hægt að varpa upp myndinni af breytingunni. Það sem að ég hef áhyggjur af, við fengum fyrir 2 mánuðum síðan kynningu Kolbeins Hans Stefánssonar sem er doktor, gerði rannsókn í borginna sem heitir Félagslegt landslag í Reykjavík. Og við fengum hann inn og hann í rauninni var með mjög áhugaverða kynningu sem ég hveti ykkur til þess að skoða.
með Breiðholtið í huga og hann var mjög afdráttarlaus og sýndi fram á að við eða Breiðholtið hverfi sem að kannski í hættu á að verða mjög einsleitt fyrir nokkra þætti. Annars vegar íbúasamsetningu, fjölda fólk sem að þiggur örorkubætur eða flokkar sem tekjulægir hópinn og einstæðir foreldrar eru í mjög stórum hluta búsett í þessu hverfi. Og mér, einhvern veginn, það skýtur þetta skökku við að taka út stúdentaíbúðir sem tæki sem skipulagsyfirvöld hafa í borgum til þess að reyna að fá meiri félagslegan hreyfanleika innan hverfanna. Sérstaklega hverfa sem undir högg að sækja, eins og þetta hverfi. Þannig að ég, af því að við erum náttúrulega nýbúin að fá þessa kynningu frá Kolbeini, ég og allavega við 4, að þá einhvern veginn var ég bara mjög hiss, ég bara segja ykkur það, ég var bara mjög hiss á því að stúdentaíbúðirnar skyldu vera teknar þarna út. Og ég bara ósammála, af því að hverfið þarf á þessum hreyfanleika, þessari dýnamík að halda. Því með námsmönnum kemur svo góð dýnamík. Það bara alls konar skapandi fólk og það sest þarna að og bara nýtir inn við hana og það bara mjög margt gott sem kemur með stúdentaíbúðum. Þannig að ég bara ósammála þessu. Ég veit ekki með ykkur, en hverfið þarf á þessum félagslega hreyfanleika halda í íbúðaform. Gjörðu svo vel. Ég hef ekki tíma að lesa skýrsluna sem en ég velti bara fyrir mér, ég alveg sammála markmið sem sjálfsögðu mest sammála einnig vera en ég velti bara fyrir mér hvað marki hversu mikil áhrif svona íbúðir hafa, ég meina það náttúrulega eitt fólk kemur og það á einhvern tíma en hún heldur fólk sest kannski að ég meina það verið rannsakað, það hluti af hans niðurstöðum, skilur að það ítir undir að þá í þessu tilfelli tekju hærri hópar til þess setjist frekar að í hverfinu þegar byggu þarna með námi. Það bara fyrsta rættur, kynnast fólki, kynnast hverfinu. Svo það líka náttúrulega íbúðir tímafættir á bókinu það kannski meira nota fólki sem hefur ekki á bakland kannski það þurfa að vera ekki endilega líklegt til þess að vera á ítekja hærri hópanum og sem en að því með það verið að bæta við ráðhúsum og það mjög gott íbúðir í fjölbýli. Það var þannig líka í upphaflega skipulag. Þið sjáum upphaflega skipulag það á vinstri. Gulu lóðirnar voru ráðhúsir, svo kemur voru langikassin, voru stúdentaíbúðir og svo var leikskólinn. En þið sjáum hvernig það og breyta svæðinu fyrir leikskólinn og hvernig færa íbúðar samsetninguna með hægri myndin gefur til kynna. Það sem til að fjölga ráðhúsum ekki, eða getur skilningar? Ráðhúsin eru bara þarna fyrir fram. Það gulu reitirnir sem að voru, þeir hafa ekkert breyst. Bróbreytt. Já, ég meina, ég get ekki, það kannski, það ellarnar sem það eru græni garðar, þeir hafa sett, það voru í rauninni, bara vinstri myndin það sem var og hægri myndin það sem verður, já. Ég var ekki textan því fyrsta setningin hérna í deiliskipulagsbreytingunni lagt til að almennum íbúðum í raðhúsum og fjölbýlishúsi verði fjölgað. Já, en við erum með fullt af íbúðum sem eru raðhús og fjölbýlishús. En við höfum ekki námsmannaíbúðir í Efra-Breiðholti, bara punktur. Og það líka, ég hef bara sagt okkur það eru náttúrulega kannski ábyrgð það að stjórnsýslustigs að búa til námsmannaíbúð fyrir nemendur sem koma í FB. En staðan í FB að það að koma krakkar frá Selfossi, frá Borgarnesi og þau bara gista á sófa hjá fólkinu sínu, vinum sínu. Mér finnst það bara óstæðilegt. Ég talaði við allavega 2 sem sögðu mig frá, við bara sófa kási. Og ég bara, það ekki gott.
Þannig að, þú veist, eitt auðvitað ef þú tekur námsmanna íbúð þarna út og það enginn sem, auðvitað getum við barist fyrir að koma námsmanna aðstæða einhverstaðar íbúður annars staðar í 111. En þegar þú tekur eitt út og við veitum ekki hvað kemur í staðinn. Gjörðu svo vel, Jói. Ef ég má tjá mig, Já. bara svara við þessu svona að því voru að velta fyrir mig hvort að rannsóknin sýni fram á það að námsmannaíbúðir hafa ykkur áhrif. Við höfum gott dæmi í Malmö. Rosengård er náttúrulega mjög erfitt hverfi í Malmö. Þar voru 5 mjög háir turnar og mikið af félagslegum íbúðum. 2 þeirra allavega voru teknir niður og gerðar einmitt lágreistar íbúðir, byggingar þar sem eru námsmannaíbúðir og það hefur haft verulega áhrif þó að öll vandamál í Rosengård séu ekki leyst. Það hefur samt haft mjög jákvæð áhrif. Þetta eru nemendur í FBS sem hafa bygginginu þannig. Nei, sko það alltaf, þetta er stúdentíbúð, það alltaf byggingafélag, námsmanna, þú veist, félagsstofnun stúdenta eða bara ríkið að byggja námsmanna íbúðir, sko. Mér er alveg sama. Já, en það að hugsa að þetta tengist fyrst og fremst FB, eða ekki? Jú, en mögulega líka bara, þú getur verið með háskólann og þú getur verið með kennara í Kennó líka. Þetta er líka kannski spurningum, sko, þegar þú ert með veikt félagslegt bakland, að vita það og eigir húsnæði, öruggt hús að venda þótt þú farir í nám. Og svo er þetta líka tengingin í hverfið. Þegar við vitum það, þeir sem eru alin upp í Breiðholt og búa hérna og við viljum okkur lífi vel hérna. En það eru fordómar utanfrá inn í hverfið. Og ef þú einhvern veginn nærða ákveðinni dýnamík og brýtur pínu þessa félagslegu múra, félagslega einhverjum með því að blanda bústuformi, að þá ertu að opna dyr fyrir stærri hópa fólki og hverfið þarf sannarlega á því að halda það. Já, ég er alveg sammála þessu. Ég myndi vilja halda í stúdentbyggingu, því þarna er mjög frjó hugsun í gangi hjá ungu fólki. Já, og margt, þú veist, alls konar þetta tengja þetta við FB, alls konar nýsköpun, þú veist, það bara, þú veist, stúdentar eru bara svona eins og, ég veit ekki, þetta er bara svona suði pottur fyrir alls konar listsköpun og þau eru bara ungt fólk er svo frábært, þannig að þetta hefur hverfið bara af, held ég. En ég er ekki, sko, með minni, þegar þetta kom einhvern tals. Okay. Ég man ekki í hvaða samhengi var, bara veita í minninu mína. En ég fékk þær upplýsingar að félagsstofnun stúdenta eða hagsmunasamtök stúdenta eða hvaða aðeins sem það var, sagði bara við höfum ekki áhuga á þessu. Við bara viljum ekki vera það. Af hverju ætli það sé? Nei, nú er ég bara að segja... Já, ég veit ekki. Það er þetta sem við þurfum að brjóta. Ég er bara að segja, sko, það sem ég er þá að verka fyrir mér er sko svona praktískt. Hvort að skipulagsvaldið, ef að íbúðirnar, af því þetta þarf að vera sko praktískt, sko, ef skipulagsvaldið segir þetta verða hennar námsmanna íbúðir, en sko þá þarf einhverju tilbúin að fjárfesta í þeim sem slíkum. Annarkvort einhver félag eins og félagsstofnun stúdenta eða einhver önnur samtök eða einhverju aðilar eða fjárfestingafélag. Þannig að þetta er svona það sem ég er svona áhyggjur af því að ég minnir að það hafi verið frekar traust heimild, eitthvað sem hefur þekking og reynslu, sem hafi sagt mér að svona var í pottum búið. Og það kunni að skýra tillöguna að þessu leyti. Þannig að ég vil bara að koma þessu fram fyrir. Við þurfum bara að leysa þetta. Þetta þarf bara að leysa og ef við tökum þetta út, þá kemur ekki það, þá er bara annað íbúðarfall sem kemur inn í staðinn. En svo getur líka bara vel verið að skipulagið segir bara við ætlum ekki að taka tillit til þessara umsókna og bara strauja þetta. Það getur líka verið. Og við erum auðvitað bara að útskýra afstöðu okkar, af hverju við teljum mikilvægt að hafa stúdentíbúðir þarna inni, en það er ekki þar með sagt að umhverfis og skipulagsvaldið eða borgar, þá bara, ef að þau vilja halda þessu á, þá bara gera þau það. Þá þurfum við bara að kyngja því. En ég er bara ekki sagt fyrir.
Ég bara ekki það nákvæmlega þetta sem ég hef heyrt. Við höfum ekki áhuga að koma hann upp í því. Mér finnst það bara ekki nógu góð rök. Já, gjörðu svo. Til að bakka það upp að því að ég var sjálfur þeirra skoðanir að þetta væri svona kannski einhver skekkja að vera að koma stúdentakar að það er stúdentið í það. En við skulum ekki gleyma því að upp í Grafarholti á öllum stöðum eru stúdentaíbúðir og ganga vel. Það er að segja að það er mikið af fólki þarna. Og það er vel að þessu látið, þetta er nýlegt húsnæði og huggulegt. Þannig að það er ekkert sem segir okkur það að það get ekki gengið vel í Breiðholti alveg svo í Grassi. Og ég held jafnvel að ef við hugsunum þannig að þá er jafnvel styttra í einni loftinu frá Grafarholtinu niður í Hákonum. Og ekki gleyma því að við erum á borgarlínuna hérna í Mjóddina sko, þannig að þá verður þetta bara, veist, hérna, og við erum náttúrulega búin að berjast fyrir því að samgöngusáttmálinn flýti komið borgarlínuna upp í Mjódd í dálítið langan tíma. Þannig að það er já, gjör svo vel. Maður bara byrjast eftir, svona fullreyningu og ég er ekki endilega mótmælið svo að segja, taka stúdent bara, byrjast sko, og svo það er ekki verið að byggja neins annars þá hvort þannig að ef við frestum þess þá er eitthvað sérstaklega stúdent byggingu, þannig að þetta er bara við verðum að þetta er bara þetta ykkur á hana fjölbyrðileika og svo dýrum. Já, gjör svo vel. Já, taka undir þetta, það er skortur á húsnæði og það er brýn þörf og þannig að þetta er tækifæri sem full ástæða til þess að Þetta er ekki sem borða kálið úr Vesturbergi. Já, herðu, þá ætlum ég að spyrja hérna, já, gjör svo vel, fyrirgefðu. Sko ég ætti líka með aftan á því, kannski bara út frá þessu lýsingu, heildarbyggingarmagnið, í hvori breytingunni og ábreytingarnar. Já. Bara já, hvernig tölum það yfir það, hvernig það líkt út. Ég held ekki að það svo að væri meira byggt þá með breytingunni en ég held að ekki umfangið og geins. Ég held að það sé ekki mjög mikið, þetta er aðalega eigindin af íbúðunum fyrir henni hver byggir þær og fyrir hvað hópa þau eru og dýnamikinn á milli ungs fólks og þá eldra fólks eða íbúðir fyrir annars konar samstingar. Ég skipti máli líka, en við erum ekki með stúdentíbúðir í Breiðholti, núna. Þannig að, en við erum með þéttustu byggð borgarinnar þarna upp frá. Þannig að, og ef að það væri eitthvað sem úr hverfiskipulaginu ákallinu, þá voru það stórar íbúðir fyrir stækkandi fjölskyldur. Og það er í rauninni part af þessum Suðurfellið sem að þú varst að minnast á áðan, Frank, sem var lagt upp með Suðurfelli, að það væru íbúðir sem væri svona frekar millistærð. Það er það sem að hverfið hefur verið að kalla svolítið eftir, eru stærri íbúðir. Fólk sem vill búa í hverfinu, en stækkarinn hefur ekki þá kannski ráðrúm á þessum stóru húsum sem eru líka í hverfinu. Það er svona kannski, já, það er svona, já. Nei, ég meina það er væntanlega sko stærri íbúðir til dæmis væntanlega að þá ekki færi nema allavega meira millitekið fólk sem ekki, þá væntanlega kannski einhver liti hjálpa með þessu kvöldu. En sko hverfið er náttúrulega með við gögnum hans Kolbeins, þetta er tekjulægra hverfi. Það eru einstæðir foreldrar. Hlutfall til dæmis einstæðra foreldra er hæsta í þessu hverfi, eða nákvæmlega þarna með annars staðar í borginni, eins og ég tilgreini. Þannig að ég hveti til þess að lesa kynninguna. Hún er aðeins en dróa aðeins svona, þið hittir dálítið tæknilegt. Skýrslan sjálf, en kynningin er í umsögninni líka. Það eru 2 flekkir þarna. Já, ég fann það er sama. Það vandrar þetta skref fyrir fólki sem eru litli í góðum yfir þessi stóru hús sem var byggð voru hérna kringum 1980-1990. Ég er sátt við það að það var tekna fyrir þessa íbúðir námsnöður fyrir það og að það verið millistærri en verið byggð líka. Stúdentíbúðir er bara einhvern veginn innan þeirra er einhvern veginn svona önnur líf. Já, það er bara einhvern veginn, það er einhvern veginn, já. Það er svona, það er bara bein til lífið, þannig að ég vil hafa stúdentíbúðir. Já, ég bara... Ég er saman hormónum. Stundum. En hvað segir þið, ráður sammála? Ég kom með bókun, af því að það er,
með fullri virðingu fyrir okkur ágæta formanni, þá hefum við tilnefningu að setja alls konar fullyrðingar fram sem að í skrifaðan texta sem ég bara einhverlega get ekki skrifað upp á. Ekkert mál. Þú þarft ekki að afsaka það, Helgi. Nei, vegna þess að það er margt gott í þessu umræðu og ég skil rökin sérstaklega varðandi þessa félagslegu blöndun og fá námsmannaíbúðir og þannig það er margt jákvætt í umstörninni. Ég vil ekki